Pennaveldistímans á síðari hluta 18. aldar sýndi danska landstjórnin framfara hug sinn í verki og lét byggja 8 vöndu steinhús á Íslandi, 4 kirkjur og 4 veraldleg hús fyrir embættismenn og stjórnsýslu. Færustu húsameistarar Dana teiknuðu húsin, nýstárlegum aðferðum var beitt við smíði þeirra og þau eru enn meðal merkustu bygginga á landinu. Fyrsta steinhúsið var teiknað 1752 en það var slotið í Viðey, bústaður Skúla Magnússonar sem skipaður var í embætti landfógeta fyrstur íslenskra manna og þangað flutti hann frá Bessastöðum. Annað var dómkirkjan á Hólum í Hjaltadal. Mikill hvatamaður að byggingu hennar var Magnús Gíslason, amtmaður á Bessastöðum. Smíði kirkjunar hófst árið 1757 og tók 6 ár. Næst hófst vinna við hús 2 manna sem báðir voru skipaðir í embætti sín fyrstir Íslendinga, annað var íbúðarhús og apótek Bjarna Pálssonar landlæknis á Nesi við Seltjörn. Unnið er að endurbyggingu Nesstofu og þar verður komið fyrir læknaminjasafni. Hitt húsið og það 4. í röðinni var langþráður embættisbústaður Magnúsar Gíslasonar, amtmanns á Bessastöðum. Smíði beggja húsanna hófst 1761 en það var drengskaparbragð amtmanns að láta hús landlæknis ganga fyrir sínu. Smíði Bessastaðastofu lauk vorið 1766. 5. steinhúsið sem landstjórnin lét reisa var tukthúsið í Reykjavík. Það var fullbyggt 1770. Hið gamla tiftunarhús sem lengi var kallað Múrinn hýsir nú æðstu ráðamenn þjóðarinnar. 7. húsið var svo kirkjan í Viðey, vígð 1774. Hún var byggð úr grjóti sem gekk af við byggingu Viðeyjarstofu. Húsin í Viðey, eins og Hóladómkirkja, hafa nú hlotið gagngera viðgerð. Hið 7. var Landakirkja í Vestmannaeyjum, sennilega fullbyggð 1778 en hún er nú mjög breytt frá upprunalegri mynd. 8. og síðasta húsið í þessari framfara skorpu dönsku stjórnarinnar var kirkjan á Bessastöðum, tekin í notkun 1795. Saga þessara 8 stílhreinu húsa tengist á margan hátt Bessastöðum, aðsetri valds og stjórnar í gegnum aldirnar og saga Bessastaða er samofin sögu þjóðarinnar. Hún vitnar jafnt niðurlægingu þjóðar undir erlendri áþján sem endurreisn hennar í fyllingu tímans. Bessastaðir á Álftanesi eru án efa frægasta jörð á Íslandi og nafnið eitt er sveipað dýrðarljóma. Hvert barn skynjar þá virðingu sem fylgir staðnum og er samboðin forsetasetri þjóðarinnar og þá helgi sem sagan sveipar þar hvern stokk og stein. Það er viðfangsefni þessa þáttar að fjalla í nokkru sögu Bessastaða, húsanna þar, Bessastaðakirkju og Bessastaðastofu og þess fólks sem þar hefur markað spor og hvílir nú í helgri mold. Bessastaðastofa skartar á ný sínu fegursta eftir umfangsmikla og vandaða viðgerð, yst sem minnst og er lýsandi dæmi fegurð og reisn þessara merku rúmlega 200 ára gömlu steinhúsa. Garðar Halldórsson húsameistari og Þorsteinn Gunnarsson arkítekt höfðu veg og vanda af endurreisn Bessastaðastofu og það er einróma álit að það verk hafi tekist ákaflega vel. Við heimsóttum Bessastaði á björtum vetrardegi, skoðuðum húsakynni og nutum leiðsagnar Vigdísar Finnbogadóttur, forseta Íslands. Nú hefur Bessastaðastofa fengið sína langþráðu endurreisn í þinni forsetatíð. Ertu ekki stolt af henni eins og hún lítur út núna? Jú, Bessastaðastofa er orðin fjarskalega falleg og reyndar var Bessastaðastofa falleg alveg frá byrjun. En sannast best að segja var húsið svo illa farið og skemmdir svo mikla sem ekki hafi verið sinnt að það var nauðsynlegt að gera eitthvað í því máli. Og reyndar er lífið hér innan dyra orðið allt annað eftir að viðgerðirnar fóru fram, því að nú erum við ekki lengur að hlaupa með fötur til að bregða undir allan lekan og heldur ekki
við þann starfa að koma fyrir veggtöppum og gluggatjöldum fyrir sprungur og draga fyrir glugga ef að illa leit út. Svo að þetta öllum til ánægju. Mér finnst af þessu mikil sæmd fyrir Íslendinga að húsið skuli vera komið í þessa mynd, því að þjóðargersemar sem Bessastaðastofa eiga auðvitað að vera í góðu lagi og til augna yndis fyrir alla sem að koma hingað. Hér upp á loftinu, þar sem við erum stödd, fór fram mesta breytingin, því að í fyrri tíð Bessastaðastofu var hér ekki innréttað, heldur sváfu skólasveinar hér uppi á loftinu undir skarðshúð, en það var brugðið á það ráð að innrétta hér rými í þeim stíl sem húsið sjálft upprunalega og velja liti sem að hæfa þeim húsum sem að voru gerð á þessum tíma, því að þetta hús var teiknað í Danmörku eins og allir vita, og þar af leiðandi þá minnir þetta okkur á, við finnum að þetta sami stíll og þau fallegu hús sem að verið að endurreisa einnig í Danmörku frá þessum sama tíma. Af öllu því sem hefur verið gert hér þykir mér þó vænstum að við skildum finna fortíðina og að fornminjarnar sem að eru undir Bessastaðastofu, gamli konungsgarður, skuli sýna okkur og sanna að lýsingar frá Bessastaðastofum eru svo ótrúlega nákvæmar. Þetta vissum við ekki áður, til dæmis eins og að fjarlægð frá kirkjunni að konungsgarði og yfirleitt að hvernig húsaskipan var hér, það vissum við ekki áður en höfum nú fengið það staðfest. Og þarna fortíðin með okkur undir Bessastaðastofu og í framtíðinni hægt að fara þarna niður. Gestir og gangandi sem hingað koma eiga greiðan aðgang að þessum dýrlegu fornminjum þarna niðri sem að hefur verið fallega búið En vissulega erum við hreykin af þessu þjóðarsetri okkar núna. Hingað getur hver og einn komið og við tökum á móti með reisn. Viðgerðin var gríðarmikil framkvæmd. Reist var skemma utan hina öldnu stofu og þegar farið var að kanna nánar ástand hússins kom í ljós að veggir voru verðfærnir en vonast hafði verið til. Efri hæðin var því algjörlega tekin ofan, öll gólf fjarlægð og veggir endurhlaðnir. Fornleifafræðingar notuðu tækifærið og grófu eftir minjum í grunni hússins. Margt muna og mikill fróðleikur kom í leitirnar eins og við var að búast á þessum sögufræga stað. En smám saman tók húsið aftur á sig sína réttu mynd og Bessastaðastofa kom eins og endurfædd undan hlífðarkápu sinni tæpu ári eftir að framkvæmdir hófust, en alls tóku þær 16 mánuði. Nú má heita að öllu hafi verið komið fyrir aftur á sínum stað innan dyra. Anddyri á miðri langhlið og þaðan gengið í önnur herbergi og upp á loftið. Elsti gripurinn útskorinn kista frá því 1500. Húsgögn á Bessastöðum eru í klassískum stíl og íslensk myndlist prýðir þar veggi. Þar margt gripa sem embættinu hafa borist í gegnum tíðina, en persónlegir munir forseta setja svip á húsið hverju sinni. Á vinstri hönd heitir Thomsen-stofa eftir Grími Thomsen skáldi. Hér var gullsmíðastofa föður hans, hér fæddist hann árið 1820 og hér lést hann í þessu sama herbergi 76 árum síðar. Hér hefur frú Vigdís safnað ljóðum íslenskra skálda. Undir gleri á skrifborði forseta eru meðal annars sendibréf frá Jóni Sigurðssyni. Á hægri hönd við anddyri suðurstofa. Þar meðal gripa gjöf til forseta frá Jóhannesi Páli páfa, silfurlíkan af Bessastaðastofu, og þar eru falleg húsgögn
og danskt málverk af Snæfellsjökli frá 1847. Þetta málverk færði Margrét Danadrottning embættinu þegar hún heimsótti Bessastaði. Blómaskáli er lítil viðbygging sem tengir Bessastaðastofu við móttökusalinn sem er austur af húsinu og er stærsta herbergið á Bessastöðum. Yfir giltu borði með gamalli klukku fyrir enda salarins er mikilfenglegt málverk af Snæfellsjökli frá 1875 og sýnir Kristján IX Danakonungur kom siglandi til Íslands með stjórnarskrána árið áður. Í þessum sal fara fram ríkisráðsfundir og fjölmennar móttökur. Við hliðina á móttökusalnum er bóklaðan, reist 1965 og er hún í nokkuð öðrum stíl en aðrar vistarverur. Hér er bókasafn Boga Ólafssonar fyrrum menntaskólakennara. Þetta borð frá 16. öld er kallað Jóhann Landlausi og er þekkt af ljósmyndum því við það eru allar ríkisstjórnir ljósmyndaðar ásamt forseta. Á borðinu eru 2 gamlar fallbyssukúlur. Meðal dýrgripa í bóklöðu eru ævintýri H.C. Andersen, árituð af höfundinum, Til mín vitt begaveði og dugtige venn Grímur Thomsen. Þar er einnig eiginhandarrit Jónasar Hallgrímssonar á ljóðaþýðingum frá því hann var í skóla á Bessastöðum. Úr bóklöðu er aftur gengið inn í gamla húsið í borðstofu. Hér voru áður 2 kennslustofur Bessastaðaskóla, en hér geta nú rúmlega 30 manns setið til borðs. Á vegg er postulínsdiskur með mynd af Bessastöðum frá 1836. Allur borðbúnaður á Bessastöðum, bæði silfur og postulín, er með sérkennlegu skjaldarmerki, bláum fána og bókstafnum R. Hann er frá dögum ríkisstjóra sem var forveri forseta Íslands. Húsið er nú afar fallegt og sérstaka athygli vekur hve allt handverk er vandað. Nú er í fyrsta sinn kjallari undir allri Bessastaðastofu. Eins og frú Vigdís gat er ætlunin að hafa þar til sýnis hið forna gólf konungsgarðs sem kom undan moldu og ýmsa góða gripi sem fundust við fornleifarannsóknir meðan á viðgerð hússins stóð. Þessum rannsóknum stjórnar Guðmundur Ólafsson og þær eru gerðar undir umsjá þjóðminjavarðar. Á 3000 muna kom í leitirnar, krítarpípur, meðalaglös, leirkerabrot, litað rúðugler og margt fleira forvitnilegt. Allir segja þessir munir einhverja sögu og vitna það mannlíf sem lifað var á Bessastöðum og hvert lítið brot á sinn þátt í að fylla upp í eyðurnar. Margt er þó vitað sögu staðarins. Getið er kirkju á Bessastöðum árið 1200 og á 13. öld er jörðin í eigu Snorra Sturlusonar, sagnaritarans mikla í Reykholti. Í Sturlungu segir að árið 1235 hafi Snorri verið suður á Bessastöðum sumarið að búi sínu. Við fall Snorra komust Bessastaðir í eigu konungs og 14. öld var staðurinn orðinn aðsetur erlendra hirðstjóra, grundvöllur jarðeigna konungs hér á landi og miðstöð stjórnvaldsins, Bessastaðavaldsins. Á 15. öld voru höfuðsmenn settir yfir landið, þeir voru misjafnlega þokkaðir og Íslendingar drápu marga þeirra, þar á meðal Lénharð fógeta.
Siðaskiptin á 16. öld reyndi Bessastaðavaldið að þröngva hinum lúterska sið upp á landslýð. Frægur Kristján skrifari, fógeti á Bessastöðum sem lagði á ráðin aftöku Jóns biskups Arasonar og sona hans í Skálholti 7. nóvember 1550. Einn athafnasamasti hirðstjóri 16. aldar var Páll Stígsson sem meðal annars kom á Stóradómi alræmdum lagabálki siðferðismál. Páll grafinn í Bessastaðakirkju og þar voldugur legsteinn hans. Í þjóðskjalasafni að finna embættisbréf frá upphafi 17. aldar meðal annars með undirskrift Hellús Dó. Árið 1627 rændu Tyrkir fólki og fénaði í Vestmannaeyjum og víðar og sigldu skipum sínum meðal annars inn á seiluna við Bessastaði. Þá lét Rósinkrans höfðusmaður hlaða virki eða skans norður á Bessastaðanesi til varnar konungsgarði og lét flytja þangað fallstykki og fóru nokkur skot í milli. 1649 var Henrik Bjelke gúvernör yfir Íslandi og gegndi stöðunni í 35 ár. Hann gerði tilraun til að færa alþingi Íslendinga í Kópavog til að hafa það nær sér en án árangurs. Á síðasta stjórnarári sínu, 1662, lét Henrik Bjelke helstu forystumenn Íslendinga sverja Friðriki konungi III og einveldinu hollustu eið í Kópavogi. Að erfðahyllingunni lokinni gerði Bjelke veislu með trómetum, fíólum og bumbum, fallstykkjum var þar og skotið, 3 í einu, svo og á kongsins skipi sem lá á seilunni, raketter og fýrverk gekk þar þá nótt svo undrum gegndi. Margir áttu erindi í konungsgarð, þeirra á meðal sá armi Jón Hreggviðsson sem mátti gista þar svarthólið í 18 vikur fyrir að stela snærispotta á Akarnesi. Árni Magnússon og Páll Vídalín ferðuðust landið í byrjun 18. aldar til að rannsaka landshagi samkvæmt konunglegri skipan og komu á Bessastaði 1703. Í jarðabókinni heldur nötuleg lýsing á jörðinni, húsum og búskaparháttum. Upp úr 1720 gerðist mikil örlagasaga á Bessastöðum sem hefur orðið skáldum hugleikinn. Norsk stúlka, Apollónia Svartskopf, sakaði amtmanninn Níels Fúrmann að svíkja sig heitorði. Varð af því málarekstur og fekk hún amtmann dæmdan. Eftir sviplegan dauða hennar þótti sem hennar yrði vart á Bessastöðum og núverandi húsráðandi þar segir að enn sé ósvarað mörgum spurningum sálarró hinnar óhamingjusömu Apollóníu Svartskopf. Á fyrri hluta 18. aldar var málum svo komið að staðurinn var í mjög bágbornu ástandi. Til teikning af húsunum frá 1720 og segir stiftamtmaður í bréfi að brýn þörf sé á viðgerð enda óttist hann að byggingarnar munu hrynja koll og verða þeim að bana sem þar búa. Má segja að hér hefjist aðdragandinn að byggingu þeirra húsa sem nú prýða Bessastaði. Varðveist hefur teikning frá 1720 af húsi sem aldrei var reist en þess í stað reis annað hús sem sjá má af teikningu frá 1763. Þá eru til beiðnir viðgerðir á húsum og enn ein teikning frá 1751 sýnir konungsgarð í þáverandi mynd. Þegar Skúli fógeti kom til embættis ásamt Bjarna landlækni og Magnúsi amtmanni fylgdi þeim ferskur andblær nýrra tíma og fór nú heldur að síga í framfara átt fyrir þjóðinni. 1760 skrifar konungur að hefja skuli byggingu hús af grunnmúr að Bessastöðum. Voru gerðir samningar við múrarasveina og trésmiði og skyldu þeir jafnframt vinna við hús landlæknis í Nesi. Bessastaðastofa var byggð úr tilhögnu íslensku grágrýti og múrað á milli. Veggir eru meira en metri á þykkt og kalk, sandur og timbur var flutt frá Danmörku. Þakið var reist úr 28 pommerskum bjálkum og voru vandræði með leka eins og í öllum þessum húsum. Kostnaður var þrefalt meiri en áætlað var og húsið kostaði tilbúið tæpa 4.000 ríkisdali.
Smíði Bessastaðastofu lauk 1666 en Magnús Gíslason amtmaður naut þess skammt að búa í hinu nýja húsi sínu. Kona hans lést þá sumarið og hann sjálfur aðeins fáum mánuðum síðar og legsteinn þeirra í Bessastaðakirkju. Til teikninga fyrir hugðum stjörnuathugunarturni á Bessastöðum, en upp úr 1770 var komið upp vísi að stjörnustöð að Lambhúsum. Ekki var hún starfrækt lengi, en stjörnumeistarinn Líevåg, sem var norskur, gerði meðal annars uppdrátt að Álftanesi. Nýir tímar fóru nú í hönd og senn leið að því að Bessastaði lykju hlutverki sínu sem konungsgarður. Einokunarverslun var aflögð, ýmsum kvöðum aflétt af konungsjörðum og sala þeirra hófst. Þegar Trampi greifi tók við embætti stiftamtmanns í upphafi 19. aldar, settist hann ekki að á Bessastöðum, heldur í fangahúsinu í Reykjavík. Með bréfi frá 1805 fengu Bessastaði nýtt og mikilvægt hlutverk því þangað fluttist eini læriði skóli landsins. Fyrst til bráðabirgða en svo til langframa því Bessastaðaskóli stóð í rúm 40 ár. Þegar kennsla hófst á Bessastöðum hafði hún legið niðri í 3 ár vegna niðurníðslu skólans á Hólavelli í Reykjavík. Í Bessastaðaskóla voru flestir mætustu syni þjóðarinnar við nám, 30 til 40 piltar á hverjum vetri. Í hópi þeirra voru Fjölnismenn og hinn nýja æska landsins sótti menntun sína til kennara á borð við Sveinbjörn Egilsson rektor og Björn Gunnlaugsson stærðfræðing. Ráðsmaður var Þorgrímur Tómasson gullsmiður og alþingismaður, en sonur hans, Grímur Thomsen, eignaðist Bessastaði skömmu eftir að skólinn flutti þaðan. Þar með kom staðurinn aftur í einkaeign Íslendings eftir 6 alda erlend yfirráð og fór vel á því að skáldið Grímur Thomsen tæki við þar sem þræðinum sleppti við lát Snorra Sturlusonar. Grímur gerði miklar endurbætur á jörðinni og hann lést þar 1896. 2 árum síðar eignaði Skúli Thoroddsen alþingismaður jörðina. Hann stóð fyrir miklum framkvæmdum á Bessastöðum og lét meðal annars setja kvistinn á þakið og taka sneiðingana af göflunum. Hann rak mikinn búskap, reisti nýju útihús og prentsmiðju og lét endurbæta kirkjuna. Jón H. Þorbergsson átti Bessastaði og rak þar búskap í 11 ár en hann hafði numið búnaðarfræði erlendis. Næsti eigandi var Björgúlfur Ólafsson sem verið hafði herlæknir hjá Hollendingum í Austur-Indíum. Árið 1940 seldi hann jörðina Sigurði Jónasinni, kunnum athafnamanni sem hófa margvíslegar endurbætur á jörðinni, húsum og kirkju. Þegar embætti ríkisstjóra hafði verið stofnað 1941 í kjölfar hernáms Danmerkur kom upp sú hugmynd að gera Bessastaði að aðsetri hins nýja þjóðhöfðingja. Þegar leitað var til Sigurðar Jónassonar eftir kaupum á staðnum brást hann við á þann hátt sem lengi verður minnst hann bauð Íslenska ríkinu Bessastaði að gjöf með bréfi dagsettu 13. júní 1941. Nú voru enn gerðar margvíslegar endurbætur á Bessastöðum í því augnamiði að gera staðinn samboðinn þjóðhöfðingja Íslendinga. Gunnlaugur Halldórsson arkitekt átti stóran þátt í því verki. Sveinn Björnsson, ríkisstjóri, fluttist að Bessastöðum haustið 1941, rétt 700 árum eftir að staðurinn féll í hendur konungs við fráfall Snorra Sturlusonar. Og frá stofnun lýðveldis 17. júní 1944 hafa Bessastaðir verið aðsetur forseta Íslands. Sveinn Björnsson bjó á Bessastöðum til dauðadags 1952 og hann hvílir þar ásamt konu sinni Georgíu. Ásgeir Ásgeirsson var annar forseti lýðveldisins og hann sat á Bessastöðum frá 1952 til 1968. Í hans tíð voru gerðar margvíslegar endurbætur á staðnum. Dr. Kristján Eldjárn tók við embætti við fráfall Ásgeirs árið 1968 og gegndi því til 1980. Hann hafði verið þjóðminjavörður og ritaði meðal annars örnefni í Bessastaðalandi.
Fjórði forsetinn á Bessastöðum svo Vigdís Finnbogadóttir. Hún tók við embætti 1980 og í hennar tíð hafi verið gerðar mestu endurbætur á Bessastaðastofu frá upphafi. Má segja að gert hafi verið við húsið í hólf og gólf og það fært í upprunalega mynd eftir því sem unnt var. Þó var kvisturinn látinn halda sér en hann var ekki á Bessastaðastofu í öndverðu. Húsið hefur nú endurheimt sinn fyrri glæsileik og fögur umgjörð aðsetur forsetans og þær athafnir sem þar fara fram. Erlendir höfðingjar sækja Bessastaði heim, margir góður gestir eiga þangað erindi, ekki síst Íslendingar sjálfir sem gjarnan heimsækja forseta sinn. Þótt Bessastaðastofa hafi fengið sína viðgerð enn ólokið nokkrum framkvæmdum við húsin í kring. Getið kirkju á Bessastöðum í kirknatali frá árinu 1200. Hér var lengi pressetur en nú heyrir sóknin undir garðaprestakall. Bessastaðakirkja var 8. og síðasta steinhúsið sem Danir létu reisa hér á 18. öld og bygging hennar tók langan tíma. Hafist var handa 1777 og kirkjan var ekki tekin í notkun fyrir 1795. Turnin var þó ekki fullgerður fyrir mun seinna eða 1823. Veggir kirkjunar eru þykkir eins og í Bessastaðastofu, hlaðnir úr tilhögnu grjóti og múrað á milli. Loft yfir kirkjunni úr timbri. Uppi á kirkjuloftinu sést vel hleðsla veggjanna en múrverkið annaðist Þorgrímur Þorláksson sem unnið hafði við Bessastaðastofu og Nesstofu. Tréverkið í þakinu voldugt og 2 klukkur hanga í turni. Bessastaðakirkja öllum opin og þangað koma jafnan margir gestir. Hún nokkuð stór, 11 sinnum 23 metrar af flatarmáli, látlaus hið innra en á marga góða gripi. Altaristaflan í eigu Listasafns Íslands. Hún eftir Mugg, máluð árið 1921 og sýnir Krist lækna sjúka. Stór útskorinn róðukross á norðurvegg eftir Ríkharð Jónsson og sömuleiðis predikunastóllinn með englamyndum. Þessir gripir eru báðir frá 1947. Fram á miðja þessa öld var skilrúm hér á milli kórs og kirkju, líkt og á Hólum í Hjaltadal. Það var tekið niður ásamt öðrum innviðum kirkjunar á árunum 1945 til 47, en þá fóru fram gagngerar breytingar á kirkjunni og hún fékk sitt núverandi útlit. Gamlar ljósmyndir sýna innréttingu kirkjunar eins og hún var fyrir breytinguna.
altari eru þrennir stjakar og eru 2 þeirra mestir. Þeir eru gjöf frú Katrínar Hólm til minningar fúrmann Amtmann árið 1734, en allar persónur hins mikla ástardrama, frú Katrín, dóttir hennar, amtmaður og Apollónia Svartskopf hvíla undir gólfi kirkjunnar. Meðal gripa kirkjunnar Guðbrandsbiblía og merkur silfurkaleikur og patína í gotneskum stíl, líklega frá 15. öld. Kirkjunni voru gefnar fagrar oblátudósir úr silfri árið 1774 til minningar Magnús Gíslason Amtmann. Þær eru þó eftirlíking því frumgerðin var seld árið 1897 en er nú í þjóðminjasafni. Kaupanda var gert skylt að láta smíða nákvæma eftirmynd sem tókst vel. Í forsetatíð Ásgeirs Ásgeirssonar voru Finnur Jónsson listmálari og Guðmundur Einarsson frá Miðdal fengnir til að gera táknmyndir guðspjallamannanna á gráturnar við altarið og jafnframt myndir úr steindu gleri í glugga kirkjunnar sem eru 8 talsins. Þótt steindir gluggar eigi stílsögulega ekki fyllilega heima í barokkkirkju eins og þessari eru þeir engu að síður fagurt verk. Þeir voru unnir í Englandi og fylgja enskri gluggaskreytingarhefð. Í kór eru 2 myndir úr biblíunni, önnur sýnir Maríu með barnið og hin sýnir Krist að flytja fjallræðuna. Hinar myndirnar 6 eru úr íslenskri kristnissögu og sýna sálmaskáldið mikla Hallgrím Pétursson, ræðuskörunginn Jón Vídalín Skálholtsbiskup, Guðbrand Þorláksson Hólabiskup með biblíu sína undir hendi, Jón Arason, síðasta katólska biskupinn á Íslandi og syni hans 2. Þorgeir ljósvetningagoða við kristnitöku og alþingi árið 1000. Og Papa koma siglandi til landsins með krossinn, tákn hins hvíta siðar. Á norðurvegg er leggsteinn Magnúsar Gíslasonar Amtmanns og konu hans og þar stendur einnig skírnarsár úr steini. Á suðurvegg nálægt dyrum er svo hinn mikli leggsteinn Páls Stígssonar hirðstjóra sem lést árið 1566. Ekki laust við það frá mynd hans stafi anda, hörku og grimmdar. Dr. Kristján Eldjárn sagði að leggsteinn Páls Stígssonar bæri elst ártal það sem hann myndi til á Íslandi. Þá eru í kirkjunni minningatöflur látna forseta Íslands. Ýmsir aðrir gripir eru í kirkjunni sem segja sína sögu og á vesturvegg yfir dyrum er lágmynd á kringlóttum fleti eftir Bertel Thorvaldsen. Sagan talar til okkar hérna allar stundir. Það er sama hvar maður er staddur hér á Bessastöðum, þá er maður alltaf í sporum einhvers frá fortíðinni. Þú stendur núna í sporum Jónasar Hallgrímssonar eða þeirra Fjölnismanna.
Og mér það í minni að þegar ég kom hingað sem barn, áður en kirkjunni var breytt, þá hafði það svo djúp áhrif á mig að ganga hér inn kirkjugólfið, við fórum að skoða kirkjuna, að sjá spor kynslóðana hér eftir gólfinu. Það var lúið í miðjunni eftir spor kynslóðana. Og í þá daga voru legsteinarnir sem núna upp á vegg, þeir voru hér í kórnum eins og á hólum og það voru hlerar yfir. Þetta mér í barsminni. Auðvitað þessi staður að vissuleyti tengdur óhamingju Íslendinga á fyrri öldum og hér hafa vissulega verið margir menn óhamingjusamir. En með því verðum við að lifa því það sagan og mér þykir svo gott að hugsa til þess þegar ég hugsa til þessar sögu að þetta var jú fulltrúi konungs bjó hér sem að beitti Íslendinga stundum hörðu. Þá finnst mér svo gott að hugsa til þess á þessum stað hvernig líf okkar nú orðið og hvernig forfeður okkar sem að lifðu Bessastaði í annarri mynd en við gerum núna, hvernig þeir hefðu glaðst, hefðu séð líf okkar í dag. Þetta manni mjög ríkt í huga hér heima á þessum stað. Að muna fortíðina og að meta nútíðina. Og við skulum aldrei gleyma því að það einmitt þetta sem gerur okkur að þjóð. Að eiga saman minningar, eiga saman land og stað eins og þennan og að halda áfram að tala tungumálið sem hér var talað aldir.